Já, góður hlustendur, velkomin að Rauðaborðinu eftir smá hlé. Ég þurfti að skreppa mig frá, en núna erum við komin bara aftur og ætlum að reyna að halda þessari umræðu áfram. Við byrjuðum hérna í upphafi COVID, síðasta vetrar, ég held að það verið í mars, svona það bil þegar samkomu takmarkanirnar voru að fara niður í 100, í áttina 200, eitthvað slíkt, og hugmyndin var sú að við sætum hérna í staði fyrir að við værum lokuð af í hvert í sínu herbergi og hvert í sínu húsnæði, að við hefðum svona eitthvað vettvang til þess að ræða saman svona hvers konar tíma við værum að lifa, hvaða merkingu faraldurinn hefði og kreppan sem honum fylgdi, og síðan gerðust alls konar hlutir, Bandaríkin loguðu og uppreisn. Alls konar hlutir komið þetta og við höfum reynt að svona draga það í gegnum Rauðaborðið, og nú eins og þið vitið samkomubann komið aftur og við megum ekki nálgast hvort annað, ekki koma nær hvort öðru en 2 metrum og vera með grímu, en við getum notað Zoom þar sem að við sitjum eins og við séum í lestaklefa á milli 2 borga og að við séum stundum ekki einu sinni í sama heimshluta, og það gott. Og til mín í kvöld komið baráttufólk, það á það eiginlega sammerkt að vera í baráttu fyrir svona tilteknum málstað. Það Ólína Kjerúlf Þorvarðardóttir, hún hefur sett frá sér bók klíkusamfélagið og ekki síst það hvernig fólk með skoðanir sem að valdinu finnst óæskilegar haldið frá störfum og haldið niðri, haldið í einhverju þöggun og þátttökuleysi. Hér líka Unnur Regína Gunnarsdóttir sem ung kona og nýorðin öryrki og á erfitt með að sætta sig við þá stöðu sem að samfélagi býður þeim hópi, og sendi frá sér hérna svona myndband á Facebook sem að fór víða, þar sem hún svona sagði sínar skoðanir og framsætti inn á bíl. Það var áhugavert og athyglisvert. Halldór Auðar Svansson, hann stjórnarmaður í Geðhjálp sem að nú stendur fyrir herferð til þess að vekja athygli á tíðni sjálfsmorða sem að margt bendir til að verði mörg þetta árið. En þetta gert undir heitinu 39.is, þið getið farið og skrifað undir þetta. En það 39 svona meðaltal sjálfsmorða ári undanfarið 5 ára ef ég skil þetta rétt, og samkvæmt því sem að talið að það sé þegar komið í þá tölu á þessu ári. Og hér líka Laufey Líndal Ólafsdóttir, hún stjórnarmanneskja í EAPN og meðlimur í PEP Íslandi, þetta eru samtök fólks í fátækt, en þau stóðu fyrir núna á laugardaginn, að þá var alþjóðlegur baráttudagur gegn fátækt og þau stóðu fyrir uppákomum, ekki raunheimum eins og hefði orðið kannski í venjulegu árferði eins og oft hefur verið, því að þau hafa staðið að svona degi hérna áður, heldur var það mikið eins og við erum núna á öldum ljósvakans. Herðu, en ég ætla að heyra í ykkur öllum og þið munu ræða saman ykkur á milli, en ég ætla að byrja aðeins að spyrja þig, Ólína, hérna bókina sem þú ert að skrifa, varst að skrifa, að senda frá þér. Hérna já, hvað veist ég, eitthvað sem allir eiginlega vita af og þekkja. Ég hef ekki séð neitt segja, nei, ég hef ekki, þetta nú ekki ástandið í íslensku samfélagi. Það frekar að fólk segir, þegar að lesa bókina segir, ég áttaði mikið á þetta hvað þetta væri mikið og víðtækt, þannig að þú tekur saman svolítið sterka yfirlitsmynd að þessu. Hefur orðið fyrir einhverjum viðbrögðum að þetta væri nú ekki alveg svona, Ísland væri nú ekki eins og þú ert að lýsa þessu, heldur væri Ísland einhvern veginn betra og fegurra og réttlátara? Nei, því miður, þá átta ég mig líka á því núna þegar bókin komin út og fólk fyrir að tala innihaldið, að það þekkja allir vandamálið, það vita allir af vandamálinu. Og það hefur ekki ennþá komið fram sú rödd í mín eyru sem hefur mótmælt því að svona væri þetta. Og sannleikurinn náttúrulega sá að þetta ástand hefur fengið að þróast náttúrulega býsna lengi, eiginlega allar götur frá því að stjórnmál fóru að myndast hér á landi með heimastjórninni. Og
sko fljótlega eftir að tveir, þaulsætnustu valdaflokkarnir, Sjálfstæðisflokkurinn og Framsóknarflokkurinn, fóru að skipta með sér verkum, má segja, í þessari svokölluðu helmingaskiptareglu sem að hefur verið við lýði bara lengst af frá því að þessi flokkar urðu til. Þá hefur þetta bara verið menningin eða ómenningin eins og ég vil nú kalla það, í stjórnsýslunni og stjórnmálunum, að menn deila og drottna, skipta með sér stöðum og áhrifum, gæta þess að tiltekin öfl komist ekki að, hindra einstaklinga í því að fá notið menntunar, færni, þekkingar, vegna þess að þeir eru svo uppteknir af því að gæta annars vegar sinna eigin áhrifa og að halda öðrum meintum áhrifum frá. Og þetta náttúrulega, þegar til lengdar litið, þá þetta náttúrulega mjög skaðlegt fyrir samfélagið í heild sinni. Vegna þessum leið verður samfélagið það fer á mis við atgervi, þekkingu og getu sinna samfélagsþegna. Og auðvitað það óþolandi tilhugsun, ef maður hugsa bara komandi kynslóðir, sín eigin börn, ef að það á að vera viðtekið og samþykkt með þegjandi samkomulagi að menntun og færni og þekking ungs fólks sem að koma út úr menntakerfinu og vill spreyta sig á því að vera virkir samfélagsþegnar, ef að það á ekki að geta átt sér stað vegna þess að fyrst þarf að spyrja flokkskírteini, fyrst þarf að þakka og múlbinda og tryggja að engum valdabátum eða valdasjónarmiðum sé ruggað. Og þessi öfl sem að standa fyrir þessu, þetta eru sömu öflin og hafa núna á síðustu árum verið að tefja til dæmis stjórnarskrána nýju sem að þjóðin kaus í opinni þjóðaratkvæðagreiðslu, ráðgefandi þjóðaratkvæðagreiðslu árið 2012. Þetta eru sömu öflin og þetta ber auðvitað allt að sama brunni. Og þannig að stutta svarið við þinni spurningu því miður, þá kannast Íslendingar við þetta, þeir þekkja þetta, en þeim finnst þetta óþægilegt þegar þeir lesa bókina, lesendum bókarinnar, að sjá samhengið. Því það svo auðvitað að tala einstök dæmi eins og þau séu undantekningar. Og það sem að fólk þarf að fara að gera sig grein fyrir að hvert einstakt dæmi fellur inn í eina heildarmynd og inn í munstur sem við lýði, sem afkomu, ofbeldi og skoðanakúgun hreinlega, sem viðgengst í íslensku samfélagi. Það einmitt leið í allra mála, þannig að sé hægt að fjalla þau sem samfélagslegt vandamál að taka fleiri en eitt dæmi í einu. Það þekkir það bara í umræðinni, við tökum bara dæmi eins og nauðganir á konum. Að fyrst komu viðtöl við konur eina og og það var ekki fyrir en að ég held að það verið svona 1990 þegar Vera tók viðtöl við 3 og 4 og 5 sem orðið, þá var það breyttist umræðan út í það að þetta væri eitthvað sérstakt tilfelli þessarar mannesku yfir því að þetta væri samfélagslegt vandamál. Og það oft krafturinn í því að stilla líkum málum saman, þannig til þess að sjá þetta saman. Nákvæmlega, og það náttúrulega alveg mjög nauðsynlegt að horfa á heildarmyndina, tína saman dæmin eins og þú nefnir. Við sjáum MeToo-hreyfinguna, hvernig hún líka svona sameinandi afl fyrir þar sem margt smátt gerir eitt stórt. Og menn þurfa líka svolítið að átta sig á því hvernig landið liggur, hverjar orsakirnar eru fyrir þessu. Við verðum einhvern veginn að komast fyrir orsakirnar. Eitt af því sem ég það til dæmis þungar áhyggjur af, það sú staðreynd að fræðasamfélagið á Íslandi. Það þorir ekki að beita sér í opinberri umræðu. Það veigrar sér við að koma inn í átakamál til dæmis með niðurstöður og hlutlausar óháðar rannsóknir af ótta við hvaða áhrif það geti haft á umræðuna. Vegna þess að menn hafa upplifað það, og það eru dæmi það, að þeir fá á sig kærur og klögumál, það reynt að ófræja þá í opinberri umræðu,
Ég minnist þess sérstaklega til dæmis í sjávarútvegsumræðunni þegar hitinn var mestur í henni í sambandi við hugmyndir breytingar á kvótakerfinu, að þá voru hagfræðingar eins og Þórólfur Matthíasson, Jón Steinsson, það var bara meðvitað reynt að traðka þessa menn niður sem fræðimenn. Og atvinnu, einn af forstjórum Samherja, eigandum Samherja, lét sig hafa það að skrifa bréf til Kólumbíaháskóla til að ófræja til dæmis Jón Steinsson. Og þetta ástæðan fyrir því að kannanir sýna að allt of stórt hlutfall háskólamanna veigra sér við að tjá sig sínar rannsóknarniðurstöður eða fjalla þær á opinberum vettvangi af ótta við hefndarráð. Já, og líka fólk veigra sér við því að bara taka þátt í stjórnmálum og þetta eyðileggur náttúrulega eða dregur úr mætti stjórnmálana því það látið út eins og embættismaður eða starfir í háskólanum að það sé ekki gott að tengjast tilteknum flokki eða eitthvað slíkt sem náttúrulega einhver dellu hugmynd því að það vel ekki að því að vegamálastjóri taki þátt í pólitísku umræðu og auðvitað eigum að hafa pólitíska umræðu þannig og pólitíska þáttöku þannig að það taki bara allir þátt í því. Kannski þetta að taka hæstaréttardómarana frá eins og til dæmis í Bandaríkjunum að það sé ekki gott að tekist tilteknum flokkum eða eitthvað slíkt raunverulega ættu að vera þannig að allir í samfélaginu ættu að geta haft skoðanir borið þær fram og tekið þátt í pólitísku starfi því annars getur ekki búið til gott samfélag. Nákvæmlega og ef að við höfum ekki skoðanafrelsi í reynd þá erum við ekki í frjálsu samfélagi, það bara málið. Og skoðanaskipti, rökræða og fræði og óháð og sjálfstæð akademía, samhliða óháðum, sjálfstæðum og faglegum fjölmiðlum, þetta eru bara grundvallar atriði og grundvöllur fyrir upplýstri umræðu sem þarf alltaf að eiga sér stað til þess að sé hægt að standa að upplýstri ákvarðanatöku. Þannig að fólk á ekki að veigra sér við að taka rökræðu, skoða hugmyndir, velta þeim á alla enda og kanta og komast að niðurstöðu. En það þessi þöggunartilhneiging, þessi ríka þöggunartilhneiging, ótti við gagnrýni sem kemur frá valdhöfunum og ráðandi öflum sem gerir það að verkum að ástandi verður ekki heilbrigt eins og það ætti að vera. Halldór, má ég aðeins spyrja þig áður en ég kem að herferðinni ykkar. Þú drafst svona fæti inn í stjórnmálin. Já, borgarstjórn í 4 ár, eitt kjörtímabil. Já, varstu við svona klíku samfélag? Var þetta, kannastu við eitthvað þessu sem að Ólína að nefna hér? Ekki svo mikið inn í borgarstjórn, en maður sér þetta samt í samfélaginu og það koma alveg reglulega fram í mismerki, alveg klárlega, í umræðu og við sjáum til dæmis hvernig það látið með Þorvald Gylfason. Það bara sjálfsagt mál að úthýsa honum úr stöðu því að hann hefði tjáð sig með þessum hættum Sjálfstæðisflokkinn sem var ekki þóknanlegt. Og það glittir í þetta þar, það glittir í það hvað þetta þykir, hvað mönnum þykir þetta sjálfsagt, og einhvern veginn bara fáránlegt að þurfa að útskýra það af hverju menn telja sig hafa rétt á því bara ég má úthluta þessari stöðu og þá gerir ég bara eins og mér sýnist, og ég hef svona verið að hugsa nú verið að draga inn svona svolítið orðræðu sem kannski útlend eða amerísk, þetta svo kallega cancel culture, útilokunar menning, miklar áhyggjur af því að fólki sé úthýst fyrir skoðanir, svona hægra fólk hefur áhyggjur af því, nú með ég bara ekki segja neitt. Þetta svolítið áhugavert hugtak af því að þetta kannski, þá fer maður að hugsa eins og Ólína að rekja, hvernig hefur kúltúrin verið hér? Það hefur bara verið þannig að bara Sjálfstæðisflokkurinn sem stundað cancel culture bara frá því að áður en ég fæddist og alla mér. Þegar ég var ungur þá var ekki yfirkennari ráðinn í grunnskóla Reykjavíkur á þess að það væri tryggur sjálfstæðismaður. Þannig að vinstra fólki fekk bara enga framgang. Þú veist ekki að opna sjoppu í Reykjavík nema að vera í réttu flokki. Þú veist ekki leigubílstjóraleyfi nema í réttu flokki. Þannig að þetta búið að vera svona mjög lengi. Má ég út af þessu, má ég spyrja þig Ólína, með þetta núna, þessi dæmi sem ég að taka núna, að samfélagið ekki alveg svona slæmt eins og þegar ég var ungur.
Áferðin hefur að mörgu leyti breyst. En nú vill svo til að því að við nefndum nú borgarstjórn Reykjavíkur. Ég var nefnilega borgarfulltrúi í 4 ár, 1990 til 94. Og þá varð ég vör við það að það voru nú ekki allir sem fengu úthlutað lóðum til dæmis. Og það var mjög hörð hagsmuna sókn inn í borgarstjórn í gegnum borgarfulltrúana til einmitt fyrir svona leyfum, fyrir atvinnurekstri og þess háttar og embættismenn borgarinnar allir meira eða minna sjálfstæðismenn á þeim tíma enda fóru sjálfstæðismenn með stjórn borgarinnar. Það bara þessi nálægð við valdið sem gerir það alltaf að verkum á Íslandi að stjórnsýslan fyrir að laga sig að valdhöfunum vitandi vits og ekki vitandi vits, eða nauðug vilju, getum við sagt. Og við sjáum þetta náttúrulega líka í embættismannakerfinu, að það eins og vanti, það eins og skilvirknin sé bara hreinlega ekki til staðar, það einhver þegjandi meðvirkni í gangi, allir hafa einhvern skilning á því að valdhafarnir þurfi að koma sínu fram, en þá eins og stjórnsýslukerfið, reglurnar og annað, þá bara farið í það að beygja það að vilja valdhafanna. Auðvitað væri miklu heilbrigðara eins og til dæmis í ráðuneytum, þegar ráðherrar koma og fara, þeir taki bara með sér starfsfólk, aðstofamenn, pólitíska aðstofamenn inn í ráðuneytin sem fara svo bara með þeim. En embættismannakerfið sé svona kannski meira þá hinn hreini straumur sem á að tryggja að góðir stjórnsýsluhættir séu viðhafðir. En það alltaf óljós mörk eins og staðan núna til dæmis á milli hinnar svokölluðu stjórnsýslu og síðan pólitíska valdsins. Þetta eitt vandamáli. Unnur Regína, Já. Ég sá myndbandið þitt, ég veit ekki hvort þú hefur búið til fleiri en eitt, en þú varst þarna í framsætinu, þú varst í framsætinu á bíl og hélst einræðu, 7 eða 9 mínútur, frábærlega vel máli farin og lýstir vel bæði svona stöðu öryrkja og það sem var svo augljóst í samtalinu var að ég býst við að þú sett nýkomin í þessa stöðu að það að renna upp fyrir þeir raunverulega þetta hryllileg staða og á margan hátt ekki bara hvaða peninga þið fáið heldur svona viðmót og fleira sem þið fáið. Varstu búin að hugsa þetta lengi? Já, mjög lengi Já. Ekkert eitthvað svona bara út frá sjálfur mér heldur líka bara tengdamamma mín var öryrki og með krabbamein og að vera með krabbamein og vera að deyja og vera með fjárhagsáhyggjur bara eitthvað sem meikar ekki sens fyrir mér á neinn hátt. Ég get ekki skilið það eða bara yfir höfuð að þurfa að vera veikur og vera bara líka veikar kvíða því að þú getur ekki borgað reikningana þína. Ég bara fatt þetta ekki alveg. Og skilur ekki af hverju við kjósum það að fólki sem með mestu byrðarnar úr svona sem orðið óhefnast af svona stundum bara genist og stundum að slysum og eitthvað fleira að við vörpum á þeim fátækt og þöggun í ofanálag. Já, og bara fordómum. Mér finnst líka bara það ótrúlega margir sem að, vonandi, ég veit ekkert hvernig sjúkdómur minn þróast, en vonandi mun ég geta unnið eitthvað í framtíðinni, en það fullt af fólki sem mun aldrei geta, sem eru bara með þannig veikindi að það mun alltaf vera í sér stöðu og að enga vonum að koma sér upp úr henni og þá eigum við að hugsa vel þetta fólk. En af hverju heldur þú að gera það ekki? Ég veit það ekki. Ég pínu þannig, ég var að horfa á ráðherrann í gær og ágætis þættir. Ef ég réði þá væri ég pínu svona. Ég myndi bara eitthvað svona, já, þetta vandamálið? Við lögum það bara, ekkert mál. Ég skil ekki allt fyrir að taka 79 ár og fara í mörg frumvörp. Bara fólk líður illa, fólk að þjást, lögum það bara. Það þarf ekki að vera svo flókið. Er engin sammála á því það? Jú, það til dæmis, ég held að það sé búið örugglega á vegum ríkisstjórnar verið búið til allavega 7 skýrslur fátækt. Það eins og fólk í ríkisstjórninni trúið ekki að sér til fátækt. Það byrjaði alltaf að kalla eftir að vera búið til skýrsla því þau hefur aldrei hitt fátækan mann, aldrei talað fátækan mann og þess vegna það búin að þessar skýrslur en síðan aldrei nokkur skapaður hlutur gert við. Ég skil þetta ekki að hægt að búið til alls konar nefndir og hópa og þetta fólk getur farið í bakaramestran og keypt sér snúð og tala saman en það gerist aldrei neitt.
og ég skil þetta ekki. Ég skil ekki hvað svona flókið. Af hverju heldur þetta sé svona? Ég veit ekki, held að fólki sé bara alveg sama. Ég meina, í alvörunni, ef því væri það ekki, þú veist, ef það myndi í alvörunni bara hugsa bara, vá, þetta ömurlegt og ég finn til með þér og það ömurlegt að þurfa að standa í þessu, myndi þau þá ekki gera eitthvað? Svona ángríns. Ég held að sé á hluti af vandanum að margt að fólkinu sem að taka ákvarðanir bara þekkir þetta ekki. Passa sig að kynnast ekki öryrkjum og kynnast ekki fátæku fólki og kynnast ekki þeim sem í mestu vandanum og það kannski eina leiðin sem að þau geta að lifa lífinu áfram sem þau að lifa að loka augunum fyrir þessu. Þetta kannski hluti af vandanum. Ég held að, þú veist, ég kaus Vinstri græna og ég sé mjög mikið eftir því af því að þeir ætluðu náttúrulega að gera eitthvað, bjarga þjóð og landi og öllu saman en ekki að gera það, þeir ekki að gera neitt fyrir þennan málaflokk og ég veit ekki af hverju og þú veist, það svona pínu, ég þarna, ég bara skil ekki af hverju ekki hægt bara að laga þetta bara gera sér í brók og græja þetta og kannski líka bara svo já, tala þú þú veist, ég á bara svo líka svo erfitt með að skilja eins og þú veist, þetta fólk sem í þessari stöðu, ég er búin að fá fárulega mikið að skilja búin frá fólki sem bara ég þori aldrei að segja þessi öryrki þegar þá fæ ég bara svona svip og einhvern veginn samræðarnar verða bara vandræðalegar og þetta verður allt svona og svo er líka búin að fá skilja búin frá fólki sem er bara já, ég er bara eldri kona og er sjúklingur og stundum velti ég fyrir mig hvort ég geti dáið úr einsemd og maður bara það á engum að líða svona bara ég hef ekki getað að fara til tannlæknis í marga mánuði því að þú veist, ég þarf að borga skólamat fyrir börnin mín og bara alls konar svona og þetta bara á ekki að gerast já, það er svona það sem að mér finnst líka bara einhvern veginn erfiðast við þetta það er svo ótrúlega mikið af fólki sem að er bara í ömurlegri stöðu þú veist, bara eins og ein kona sem sendi mér hún sagði bara, já, ég er ótrúlega heppin að foreldrar mínir þau versla mat fyrir mig og stelpurnar mínar í hverju mánuði annars myndi ég ekkert lifa af má bara, af hverju er þetta svona? Sko það er nefnilega mjög merkilegt þetta sem þú ert að segja Unnur Regína með sko líka sjálfsmyndina hjá fólki. Það er nefnilega eitt sem að þessi hópur á sameiginlegt með hópnum sem ég er að skrifa í minni bók sem er meðal annars reynslusögur fólks sem hefur orðið fyrir sko, atvinnubrotum og atvinnubanni og afkomi ofbeldi. Það fylgir því ákveðið tabú. Það fylgir því ákveðið tabú að segja ég er öryrki. Fólk vill ekki vegna þess að viðhorfið breytist, vegna þess að framkoman við að breytist, þá veigrar fólk sér við að segja bara, heyrðu, ég er öryrki, ég á rétt á minni framfærslu, hér er ég. Alveg eins og konur sem að gátu ekki talað nauðganir hér fyrr á öldinni, að því þær skömmuðust sín. Þær tóku á sig skömmina sem að þeim bar ekki. Og eins með þá sem ekki þeir sem verða fyrir atvinnubrotum, þeir einhvern veginn taka á sig skömmina og veigra sér við að ræða vandann og koma bara með hann fram í dagsljósið. Mér finnst bara mjög athyglisvert, þú ert ung kona, ert að upplifa þetta og ég bara tek ofan fyrir þér að vekja athygli á þessu og hefja þetta inn í umræðuna. Þá komum við á framfæri. Við setjum reynum að setja myndbandið hennar Regínu á þráðinn þar sem við sendum þetta út, þannig að fólk getur horft á þetta. Því að Ólína segir sko skömmina að það var einstaklega vel gert hvernig hún eiginlega skilaði skömminni sem að var að vera að reyna að koma upp á hana og skila hann út í samfélaginu. En talandi skömm, Halldór Auðar Svansson, þú ert stjórnarmaður í Geðhjálp og ert í átaki með þínu félagi og Já, og Píeta-samtökin þau hafa verið komið mjög öflugt inn í bæði með vitundavakningu og fræðslu og stuðning, þau sinna því. Talandi skömm, Halldór, þá er þarna fólk með geðraskanir og síðan sjálfsmorðs. Það er mikil skömm í kringum þetta tvennt. Alls konar fólk, þú þarft ekki endilega að vera með skilgreina geðröskun til að ég segi að annars er skömmin sem að fólk með geðraskanir eru með og svo eru þið með verkefni sjálfsmorð sem er annað eins skammar búki. Nákvæmlega, við erum að vekja sérstaka athygli á því með þess að tölu varpa henni fyrst upp og vekja bara umtal hvað þessi tala þýðir og svo er þetta svarið, þetta er meðalfylgdi sjálfsvega. En svo er þetta líka bara almennt tilefni til að vekja athygli á þessum málaflokki sem að er alveg rosalega mikilvægur þetta árið og við sjáum vísbendingar í einsum tölum aukna sókn í þjónustu
og að meðan annað kannski að skerða starfsemi sína verulega að loka, kannski úrræði sem fólk reiðir sig á, fólk sem kannski félagslega einangrað að öðru leyti og sækir svona staði eins og Vín sem að Rauði krossinn rekur eða hlutverkasetur og þess aftar. Það allir að reyna að hafa opið eins og hægt en út af sóknarvarnaráðstöfunum það ekki alltaf auðvelt. Og þetta rímar svolítið saman við umræðu skömm og að felast af því að við erum öll að upplifa aukna einangrun og það fólk sem verður verst úr því fólkið sem einangrað fyrir. Það rosalega auðvelt að bara, já, ég er bara hérna ég er bara heima hjá mér. Það ekkert við að vera hvort þið þannig að ég get bara eins bara, haft það fínt. En svo kannski af því að þetta áfall sem við verðum fyrir. Og áföll virka þannig að þau takast tíma til að síast inn. Þú getur kannski þolað þetta í einhverja mánuði, en nú eru komin inn í svona, rúmt hálft ár. Og það þá sem að kannski brestinni fara að koma og álagið fyrir virkilega. Þannig að ég held að við förum ekki að sjá raunverulega afleiðingar fyrir en kannski bara næsta ári, andlegar. Og þarna kemur líka inn í það sem að hefur verið svolítið viðfangsefni, geðhjálpar undanfarið að gera og einu allt frá upphafi að gera geðrækt og að pólitísku viðfangsefni. Það að segja að það sé tekið alvarlega sem pólitískt viðfangsefni. Þetta sé ekki bara málefni heilbrigðiskerfisins og sérfræðinga þar, heldur snýst þetta náttúrulega Þetta snýst hvernig úthlutar fjármagni, í hverju þú úthlutar það. Þetta snýst samfélagsgerðina almennt. Við erum með eins og önnur lýsir, við erum með aðstæður öryrkja sem að geta hæglega haft mjög alvarlegar geðrænar afleiðingar í för með sér. Þannig að þetta svona það sem að umræðan sem við vildum koma á. Og höfum verið að benda meðal annars sem að ríma nú ágætlega við herferðina sem að Kári stóð fyrir mjög góðum árangri, Kári Stefáns. Það sem að hann fékk 20.000 undirskrifta það sem beðið var aukið fjármagn til heilbrigðiskerfisins. Það sem að við höfum verið að benda á að umfang heilbrigðiskerfisins, það að segja geðrænni hlutinn hefur verið metin upp á svona 30% af heildarumfanginu. En það ekki nema svona 10% af fjármagninu sem fer í geðræna hlutann. Þannig að sjálfsögðu ef við stækkum alla þessa köku, þá stækkar geðræna sniðin leið. En eru þið með svona, Kári var nú með skýra kröfu, 11% af landsframleiðslu í heilbrigðismál, eru þið með svona skýra kröfu í þessu átaki? Nei, þetta viljandi haft opið Það bara að setja þetta dagskrá bæði í samfélaginu og ekki síst stjórnvöld Af því að nú er til dæmis verið að fara í fjárlagagerð. Ég var nú ekki búinn að rýna það ítarlega, ég var aðeins búinn að fara yfir, en nú náðist það áfangasigur sem var búið að vera baráttumál geðhjálpar til margra ára að fella sálfræðiþjónustu undir sjúkratryggingar. Mjög mikilvægt atriði af því að sálfræðiþjónusta er bara mjög nauðsynlegur hluti af geðheilbrigðiskerfinu. Og er að því leitinu jafngildur til dæmis geðlæknum og hverju öðru sem En þetta náðist í gegn, það var samþykkt þingmannafrumvarp á síðasta þingi, en fjármálaráðherra gefur það síðan bara út að það nú þannig aðstæður að það nú ekkert víst að það fáist fjármagn í þetta. Og ég sá nú ekki alveg í fljótu bragði að þessu verið búið þetta. Þannig að svo barátta heldur áfram. Það eitt að fá eitthvað í lög og síðan annað að fá fjármagnið. Þið myndu vilja halda því fram að það væri viðbrögð við COVID-ástandinu að auka mjög umfangið í þessari þjónustu. Já, frekar að gefa verulega í en að draga úr, heldur betur. Ég held að við erum bara algjörlega að spara einhverja smáaura fyrir mikinn kostnað síðar ef við færum eitthvað að draga saman seglin þarna.
Varðandi svona, þegar við erum búin að tala svona skömm og svona að fólk gangist við einhverju stöðu, skili skömminu og allt svoleiðis að hvernig metur stöðu ykkar í geðhjálp til dæmis? Njótið þið svona almennrar viðurkenningar í samfélaginu til jafns við þá sem að hafa líkamlega sjúkdóma? Hafið þið jafn greiðan aðgang að stjórnvöldum, hlustað á kröfu ykkar eða upplifið þið það að þið séu svona einhver leiti svona second class sjúkdómur og að kannski þið sjálf sem að hafi verið að glíma við geðraskanir séu ekki góðir málsvarar ykkar, að það fylgi ykkur svona fordómar að þegar þið mætið sjúklingahópurinn sjálfur og að berjast fyrir ykkar málefnum? Já, góð spurning. Ég myndi segja að þetta hafi snarbatnað á undanförnum árum. Það hefur margt gerst sem hefur orðið til þess að breyta viðhorfum og að fólk komi fram úr felum og opna þessa umræðu og svona normaliseri. Og ég myndi segja að félagi geðhjálp njóti nú orðið mikils trausts og stuðnings. En svo kannski annað mál með félaga og svona fólk sem kannski kannski ekki alveg búið að slípa sig til í framkomu eða hvernig að gera hlutina og það getur fengið mjög misjafnt viðmót og með þess að innan heilbrigðiskerfisins sjálfs þá getur viðmótið verið misjafnt með þess að fólk sem hefur þetta að fæi og það kannski búið að ákveða auðvitað með hín og þessa röskun þá ertu nú ómögulegur og ég þekki nú hvernig þetta og stimplanir eru svo þeir eru fljótir að koma en þeir eru seinir að fara og það er ekki svo langt síðan að sjúklingarnir sjálfir urðu raunverulega forustan í geðhjálp. Það fyrir nokkrum áratugum þá voru þetta aðstandandafélag og kannski félag þeirra sem unnu með geðsjúkdóma frekar heldur en að það væri sjúklingahópurinn sjálfur sem að stýrði sin eigin baráttu. Akkúrat, það ger hallabylting hérna fyrir ekki svo lengur síðan þess að það var annarkvort fólk sem með virkan geðsjúkdóm eða hefur áður lent í einhverjum áskorunum eða röskunum tók yfir og nú er svona stór hluti, eða stærstur hluti stjórnarmanna með þessa reynslu að baki. Þetta klárlega hluti að baráttunni bara að normalisera það sé bara hægt að vera góður málsvari og bara þú hafir mikið fram að færa þrátt fyrir að vera í þessari stöðu. Ég ætla að flytja þetta atriði yfir til þín, Laufey. Þú ert í PEP, samtök fólks í fátækt. Það kemur fátækt fólk og hegir sína eigin baráttu. Kannski í fyrsta skipti áður hafa talsmenn fátækt fólks oft verið þeir sem að, ef maður myndi taka fréttirnar, þá var það þeir sem að stjórna hjálparsamtöku sem að gefa mat sem oftast birtast í fréttum talandi fátækt og svo kannski umræðið þáttunum að þá það fólk sem hefur rannsakað fátækt og eitthvað svoleiðis. Hvaða gildi hefur þetta að fólki sjálft sé að heyja sína svona frelsis- og réttindabaráttu? Það náttúrulega hefur bara alveg gríðarlega mikla þýðingu vegna þess að það náttúrulega veit enginn betur en sá sem býr við aðstæðurnar. Þú veist, hvað við erum að ganga í gegnum og bara hvaða afleiðingar það hefur. Þannig að þetta er náttúrulega gríðarlega mikilvægt og við eins og þú sagðir áðan, ég sitt í stjórn EAPN sem er European Anti-Poverty Network og ég sitt í nefnd fyrir hönd þeirra samtaka, fyrir hönd Íslands í móðursamtökunum sem eru í Brussel og sem heitir EU Inclusion Strategies Group. Þetta er mjög óþjált nafn en þetta er við erum að ræða aðgerðir stjórnvalda og hvernig þær eru að skila sér til þeirra sem á þurfa að halda og eða bara til fólks, til almennings og ég er nýbúin, ég er að reyna að klára skýrslu til, ég er búin að senda bráðabirgða niðurstöður til þeirra þar sem ég er að tala við bara fólk í fátækt í ýmsum aðstæðum, það eru öryrkjar, það eru láglaunafólk,
bara alls konar fólk sem að glíma við geðsjúkdóma, alls konar fólk í alls konar aðstæðum. Og sem sagt bara við erum svolítið að einblína á núna aðgengi að þjónustu. Af því við vitum náttúrulega alveg að fólk sem býr við fátækt bara hefur ekki jafn gott aðgengi að öllum kerfum samfélagsins eins og annað fólk. Af því að það er náttúrulega eilíf kostnaðar, það er eilífu kostnaður við allt. Við erum að mestu leyti útilokuð, það er heilbrigðiskerfið, það er menntakerfið, geðheilbrigðiskerfið, tannlæknaþjónusta eins og Unnur Regína var að koma inn á áðan. Og bara, dómskerfið, meðferðarbatteríið, við erum í raun og veru bara útilokuð frá úrræðum sem við þurfum á að halda. Og ég ætla nú að reyna að klára íslensku útgáfuna núna sem fyrst. Það var sett smá stopp, eins og þú sagðir áðan þá var alþjóðlegur baráttudagur gegn fátækt á laugardaginn síðasta 17. október. Og við höfum alltaf haldið hann einhvern veginn upp á hann með því til dæmis að bjóða til okkar fólk úr pólitík og einmitt líka úr fræðarsamfélaginu og fleiri og hafa svona samtal milli fólks sem býr við fátækt og einmitt þessa fólk sem fer með völd í samfélaginu og að veita þjónustu. Og það var náttúrulega ekki hægt í ár út af ástandinu og þetta var svona svolítið, það var nýbúið að aflétta þetta kom tímabila sem fólk mátti hittast en svo var samkomubanni sett aftur á bara viku áður en við þurftum að skipuleggja þetta, þannig að við svona eiginlega bara við fengum að vera á samstöðinni á laugardaginn, þannig að ég settist bara niður og gerði slatta þáttum til að dekka þennan laugardag. Þar sem ég tók viðtal við alls konar fólk og þetta var náttúrulega gert svolítið í handahlaupum því að við þurftum að redda okkur. En ég held að það hefur bara komið... Það hefur oft kallað íslenska aðferðin. Já, akkurat. Við erum ansi sjóuð í henni og sérstaklega fólk sem hefur þurft að glíma við kerfið, við erum einstaklega sjóuð í henni. Þannig að því að, og svo var það er svona alls konar þarna inni, ég meðal annars tók viðtal við Katrínu Oddsdóttir, hvaða þýðingu hefur nýja stjórnarskráin fyrir fólk sem býr við fátækt og Katrín Odds Helgavala og hún Halldór Mogensen sem hefur verið að tala borgaralaun. Svo var Kolbeinn Stefánsson, það var Efling, Guðmundur Ingi sem er þingmaður fyrir flokk fólksins. ÖBI var með smá fyrirlestur, þetta var svona bara það var tæft á ýmsu og svo var alveg spjall á milli okkar pepparana, við vorum 6 sem að tókum þátt í því spjalli, bara svona tala kerfið og hvað við höfum upplifað í samskiptum við kerfið og það varð alveg 2,5 tími næstum því. Þannig að það er bara fyrir þá allra hörðustu að horfa á það, en það er alltaf að gera það í nokkrum holum. En þetta er sem sagt allt inn á síðu samstöðunar, þannig hvet fólk til að kíkja á þetta og þetta gekk bara ágætlega. En hver var spurningin? Já, hvað spurning skömmina? Ég var að tala að fátækt fólk sjálft ræki sína eigin baráttu, hvað gildið hefði. En af því að þú talaðir aðeins þá langar mig að spyrja út í eitt sem þú sagðir að fátækt fólk hafi ekki aðgengi að þetta svona grunnþjónustu eins og tannlæknum að því það kostar og það veit fólk svo sem að það kostar. En svo nefnir svona þætti sem að fólk kannski áttar sig á því að kostar því að sumir eiga kannski efna á að borga þennan 1400 krónur þarna og 5.000 skall þarna og skráningagjaldið þarna og komugjaldið þarna og allt þetta og áttar sig ekki á því að meðallri þessari gjaldtöku sem að búið að setja inn í opinbera þjónustu í heilbrigðiskerfinu og í menntakerfinu og í öllu og svo náttúrulega nefndur dómskerfi sem er þannig og það vita það allir sem að hugsa aðeins að það eru bara hinir velstæðu sem eiga efni á að verja sig eða sækja sig réttlæti í dómskerfið og það hefur komið fram í ágætis spjallþáttum á samstöðunum dómskerfið. Segðu okkur aðeins meira frá þessari svona einangrun sem að felst í því að vera fátækur og raunverulega hafa ekki aðgengi að velferðarkerfinu sem að við flest myndum ætla að ætti helst að styðja þá sem að stæðu verst. Einmitt.
Þetta sem sagt bara svona svo ég nefni svona, það sem að mínir viðmælendur hafa verið að segja, sko. Og það eiginlega allir sem ég talaði við hafa á einhverjum tímapunkti þurft að neita sér heilbrigðisþjónustu. Það til dæmis bara þetta, að til dæmis ef þú leitar til sérfræðilækna þá máttu oftast ekki gíróseðil. Það eiginlega bara heimilislæknir sem að gefur út gíróseðil ef þú ert ekki með pening, af því ég meina það kemur fyrir fólk sem býr við þessar aðstæður, það á ekkert alltaf 1000 kall til þess að borga fyrir heimilislækni. Þó að það sé bara 1000 kall eða 1500. Það er náttúrulega fólk sem á ekki fyrir mat út mánuðin. Akkurat. Það er ljóst að 20. einhvers mánaðar að það á fólk ekki fyrir heimilislæknum. Nei, jafnvel fyrr og ég bendi til dæmis á fólk sem lendir í að vera á framfærslu sveitarfélaga. Ég meina framfærslan til dæmis hæst í Reykjavík og það eru 207.000 krónur fyrir skatt. Og svo kannski fer helmingurinn af því í húsaleigu og helmingurinn af því sem eftir er í aðra reikninga og þá er 50-60 kall eftir til þess að lifa, kaupa mat út mánuðin, þannig að það sjá náttúrulega að þetta reikningsdæmi gengur ekki upp. Og fara í strætó og ferðast og klæða sig og klæða börnin og kaupa það sem að börnin þurfi til þess að geta farið í nám og kannski borga þátttökugjald í ykkur íþróttafélagi og þetta er bara búið aður á viðstæðan. Já, einmitt. Og það er líka þetta, eins og til dæmis bara með skólamáltíð, kostnað í skólakerfinu. Grunnskólinn náttúrulega á að vera frýr. En þar er einmitt eins og skólamáltíðirnar, þetta er kannski ekkert mikill peningur, þetta er einhver 10.000 kall á mánuði, en fyrir fólk sem á ekki pening þá er þetta mikill kostnaður, og svo er frístundaheimili. Ofan á það er, það sjá það allir að þeir sem eru ekki að nýta sér það er alltaf fólk sem bara hefur ekki efni á því. Hvað gera þau börn? Jú, þau fara ein heim eftir skóla og eru kannski ein heim þangað til foreldrarnir koma úr vinnunni. Og það er einhvern veginn ekkert, það er hægt að leita og fá, einhvern styrk fyrir þess og hinu, en það er bara, það hafa líka, rannsóknir hafa sýnt það að börn sem búa við fátækt, þau vita alveg hvernig ástandið er, þau eru ekki að biðja. Þau kannski segja, nei, mér langar eiginlega ekki að borða í skólanum. Bara til að losa heimili við þessa auka greiðslur og þetta setur upp stéttaskiptingu innan skólana, bara það að þessi gjaldtaka er til staðar. Og og svo bara með, það er eins og allt, ég minna, fólk veit það kannski ekki, til dæmis fólk sem fer í meðferð, fer í afvötnun á Vogi, áframhaldandi meðferð, þá þarf þetta að borga, ég held að þessi 75.000 kall eða eitthvað sem þú þarf að borga fyrir mánuð í Vík. Þeir sem eiga ekki pening, það er hægt að kannski leita til sveitafélagsins en það eru upp og ofan hvort að fólk eigi rétt á því. Þannig að það er alls konar svona hlutir sem að bara standa í vegi fyrir velferð fólk sem býr við fátækt. Ég tók nú þátt í að búa til styrktarsjóð S.A.A. sem var hugsaður til þess að borga meðferðina fyrir þá sem átti ekki efni á henni og við söfnum peningi í það, ég vona hans til ennþá. Ég veit það ekki, ég bara En ástæðan var svo að það var ekki hægt að semja við sjúkratryggingar, vildi skilgreina meðferðina upp á Vík og upp á Staðarfelli sem það var, sem göngudeildarþjónustu, þannig að þau neituðu að taka þátt í að borga kostnaðinn sem fólst í húsnæðinu og matnum. Þannig að þeir sem var leitað til meðferðu að borga það sjálfur. Og þetta var bara eitthvað svona þráhyggja og margt af því sem þetta lýsa, eins og þessi gjaldtaka inn í heilbrigðiskerfinu og menntakerfinu er eitthvað dellu hugmyndir frá nýfrjálsíkjárunum sem við mónum vonandi ná að skrúa ofan bara sem allra fyrst. En kerfið allt er einhvern veginn miðað við einhverja svona hugmyndur að það sé aðalatrið að láta það að hafa einhverja skilvirkni, en hvort að það sé hellinga fólki sem að verða að neita sér þjónustuna eða sökkvi ofan í dýpri fátækt, að það er einhvern veginn lítið sem bara eðlilegan fylgifisk þessara uppbyggingar á þessu kerfi sem er verið að búa til. Já, og náttúrulega líka það að fólk sem býr við fátækt er að borga það sama og annað fólk í samfélaginu sem er með hærri tekjur. Það er sama gjaldtaka í skólanum fyrir, sama hvernig það er ekki tekjutengt. Þú ert að borga það sama og ríkur maður fyrir sjúkrabíl. 7.500 kall fyrir sjúkrabíl fyrir fátæka mannesku er heilmikið.
En þú veist, fyrir þann sem með meiri tekjur ekki svo. Þannig að þetta voru gjöld sem þetta var áður greitt fyrirtækjanu skattkerfið þar sem að einir efna meiri borguðu meira og einir fátæku minna, en það fengu allir sem þjónustuna, en með því að flytja gjöldin út í samfélagið, að þá náttúrulega eyðilegst raunverulega svo tekjujöfnun sem fyrir var. Það hafi verið lítill, þá eittist hún. Herðu Unnur Regína, þú verður ekki bjartsýnn á að hlusta á þetta? Nei, nákvæmlega, það ekki þannig. En ég veit ekki, ég svo sem ekkert mjög bjartsýn, ég held að sé ekkert að fara að breytast. Allavega ekki svo staðan núna. Ekki nema við þvingum fram breytingar, það bara... Já, einmitt. En það bara svo mikið af fólki einhvern veginn, ok, ég nú svo sem ekkert mjög pólitísk kona, en það svo mikið af fólki sem bara einhvern veginn ekkert að spá í svona hlutum og kýs alltaf bara sama því að það hefði það fínt og ég veist það bara svona, einhvern veginn. Sem hafa ekki efna á að vera ekki pólitískir, það nú svolítið þannig. Það lúksusfjársömmum að geta ekki skipt sér af pólitík. Sem hafa ekki val. Ólína, einhver leyti eru að tala svona breytingar sem urðu í samfélaginu raunverulega. Er þessi ekki okkar kynslóð að kenna? Það eru svona ekkert oflátt á milli okkar. Þetta er eiginlega okkar kynslóð að kenna, Ólína. Þetta er eiginlega okkar kynslóð og kynslóðin á undan okkur. Það var ekki rík velmegunar þjóð sem að byggði hér upp almannatryggingakerfi á síðustu öld, sjúkratryggingakerfið. Við vorum bláfátæk þjóð að brjótast inn í nútímann og inn í 20. öldina. Byggðum hér upp menntakerfi, byggðum upp almannatryggingakerfi, heilbrigðiskerfi af veikum mætti og það var gert með þá hugsjónalega ljósi að viðurkenning á því að hverjum manni bæri ákveðin grunnframfærsla, ákveðin grunnþjónusta og samfélagi sem heilt bæri ábyrgð á því að við getum verið til staðar hvert fyrir annað og búið til öryggisnet. Síðan hefur eitthvað gert, það hefur verið grafið undan þessari grunnhugsun. Það byrjaði á síðari hluta síðustu aldar með talinu kostnaðarvitund, með gjaldtökunni í heilbrigðiskerfinu og velferðarkerfinu og eins og það skipti ykkur gríðarlegu máli að almenningur gerði sig grein fyrir því hvað þetta kostaði allt saman, eins og það skipti fársjúkan krabbameinssjúkling máli, jafnvel deyjandi mannesku, að hafa kostnaðarvitund hvað hún sé mikill baggi á samfélaginu. Þetta er náttúrulega gjörsamlega siðlaust viðhorf, en þetta er viðhorf sem varð ofan á. Og ég man bara hvað mér brá þegar ég kom frá Danmörku úr námi þar sem ég var á 10. áratug síðustu aldar í doktorsnámi að hluta til. Ég veiktist á meðan ég var úti og þurfti að fara í langvarandi ferliverk sem tók marga mánuði. Ég tók aldrei upp peningaveskið, bara aldrei. Þurfti aldrei að borga krónu. Síðan kem ég hingað til Íslands og það var í nánast sama hvað það var alltaf verið að taka upp veskið og áður maður vissi að voru tugir þúsunda, eitt árið næstum því 100.000 krónur fyrir nánast heilbrigt fólk, kostnaður sem við þurftum að borga fyrir heilbrigðisþjónustu. Ég á kunningjakonu sem er núna út á Spáni með Evrópukortið sem að hægt er að fá. Hún er þar í miklum lækna aðgerðum og borgar ekki krónu. En ef hún væri að gera það sama hér núna, þá væri hún búin að borga 100.000. Og það náttúrulega, þetta ekki alveg eins og þetta á að vera. Grunnhugmyndin í þessu, hún er röng. Þess vegna ég persónulega, ég held að því við erum að tala fátækt. Og ég held að það væri hægt að bæta mjög mikið ef það bara næðist fram viðurkenning á því að fólk rétt á ákveðinni grunnþjónustu án þess að vera að bera kostnað af því sýnt og heilagt. Segjum til dæmis, ef að fólk ætti það víst að það fengi ákveðna grundvallar heilbrigðisþjónustu og grundvallar aðhlynningu, heimaþjónustu og fleira. Ég held að það myndi bæta ástandið töluvert ef fólk væri ekki alltaf að draga upp veskið
og sérstaklega þegar fólk orðið atvinnulaust og tekjulítið, þá þetta náttúrulega fyrir að skipta gríðarlegu máli eins og Laufey var að benda á hérna. Þetta náttúrulega átakanlegt, til dæmis að hugsa börn inn í skólakerfinu sem eru sjálf farin að veigra sér við því að gera það sem þau dreymir að fara í fótbolta, komast í skólaferðalag, vera með í hinn og þessu, af því þau hafa ekki efni á þessum dýru búningum, þau hafa ekki efni á græjunum sem þetta til kostar og þau fara sjálf að hlífa foreldrum sínum og sjálfum sér með því að draga sig í hlé. Þetta náttúrulega sárar en tárum taki og þetta náttúrulega að vera svona. Ég held við ættum að fara líka að taka meiri alvöru inn í þessa umræðu borgaralaun. Eða það hvort við köllum það borgaralaun eða grundvallar framfærslu. Að það sé bara viðurkenning á því að þú þarft að eiga rúm og þak yfir höfuðið, þá þarftu líka að hafa eitthvað að bíta og brenna, einhvern grundvöll. Við erum ekki komið svo langt að skaffa fólki rúm og þak yfir höfuðið, sko. Það heldur ekki að fólki sem bæði bara húsnæðslaust voru á götunni, en svo miklu stærri hópur sem heimilislaus og á ekkert heimili heldur gistir í að fylgja á ættingjum eða börn sem geta ekki flutt frá foreldrum sínum eða fólk sem fær inn í bílskúr hjá einhverjum og fleira. Þannig að við erum bara óralangt frá því að tryggja öllum þak yfir höfuðið. Við erum ranglega að kalla okkur velferðarþjóðfélag. Við erum ríkt samfélag en við erum á hraðri leið frá því að vera velferðarsamfélag. Ég mjög sammálaður. Mjög. Þú veist, pælið í, talið einhvern tímann við einhvern, sest einhvern tímann niður með einhver og bara, já, ég frekar fátækur. Nei, svona ángríns, eða pælið í, eru þið bara á kaffihúsi og kemur einhver inn og bara, já, ég bara frekar fátækur. Fólk talar aldrei þetta. Nú ég frekar ung kona og samfélagsmiðlar og allt þetta að ráða öllu í lífinu og þar talar aldrei neitt að vera fátækur eða eigi ekki pening fyrir einhverju eða geti ekki gert eitthvað. Það bara nýjasta úlpan frá 66 frá norður og við þurfum að fara á þennan veitingastað því hann flottastur og það engin eitthvað svona skynsemi fyrir því, eins og ég ungan bróður, hann myndi aldrei eitthvað bara svona, já, þetta fullt af fátæku fólki, að þetta bara ekkert ekki til í umræðinni. Og ég, eins og það svona talmáluna, ég ótrúlega sammála, ég á maður að segja sjúklingur, ég þarf að nota heilbrigðiskerfið farlega mikið og ég að borga svo mikið. Ég fer til heimilislæknis og ég borga, ég fer í blóðprufu og ég borga og ég fer til sjúkraþjálfara og ég borga, ég þarf að fá spölkur og ég borga. Ég endalaust að borga eitthvað. Og maður eitthvað svona, þetta bara þúsari, eitthvað svona, þetta allt í lagi. En svo þegar maður tekur þetta saman, þá þetta bara eitthvað sturlaðar upphæðir. Nákvæmlega. Þetta var löngu eftir að þessi gjaldtaka byrjaði í heilbrigðiskerfinu, að þá fékk ég flogakast og kom ljós að ég var flogavikur og ég fer í svona rannsóknir og þær kostuðu alveg ótrúlega peninga og svipað Ólína var að segja, það kom mér svo óvart, ég var alltaf að hugsa, sko, ef eitthvað sem bara fátækur lendir í þessu, hvað gerir hann? Bara sleppir því að vera í heimaskanni eða hvernig þetta eiginlega hérna? Svo fór ég í apótek og þá var ég búin að hitta ykkur lækni og hann lét mig fá okkur flogaveikislyf og ég fer í apótek og svo tekið við veskið og þá rétti konan, nei, þú átt ekki að borga. Það segja, ekki að borga? Nei, það er þannig að við rukkum ekki fólk sem hefur króníska sjúkdóma. Það segja, hvaða sjúkdómar er það? Það er flogaveiki, astmaveiki og eitthvað fleira svona. En næstur ég keypti, sko, fyrst að kaupa flogaveikislyfin, að þá var búið að afnema þetta. Þannig að þetta var svona síðustu leifarnar af einhverju sko mannvirðingu sem var til í gamla kerfinu, sem einhver hafi gleymt að afnema og svo var það bara afnemið bara kortir eftir að ég fekk eitt svona lyfjapakka afgreiddan. En það er þetta viðhorf, að þú veist, ef þú ert með krónískan sjúkdóma verður að taka lyf alla þín ævi og þetta er dýrlyf. Af hverju átt þú að borga, sko, ég man ekki hvað er 65.000 pluss 65.000 sem þú átt að borga ári, af hverju á sá að borga það umfram þann sem að slapp við að fá króníska sjúkdóm? Af hverju ekki má ekki hafa smá réttlæti í þessu? Ef þetta er krónísku sjúkdómur sem þú berð enga sök á og berð bara út á óhefni lífsins, af hverju er það ekki bara free ride? Ég held að það sé einmitt líka þetta að fólk spáir ekki í þessu, fólki sem ræðir þessu, það greinlega virðist ekki gera sér grein fyrir því að það er til fullt af fólki sem þarf bara að nota mánaðarlaunin sín í að nota heilbrigðiskerfi og kaupa sér lyf. Ég held að það sé pínu málið og líka bara að það er ekkert með það nennir enginn að hlusta þegar að tala þetta.
Laufey að gera mjög merkilega hluti hérna og að reyna að berjast fyrir fátæku fólki, en svo bara eitthvað kannski samfélagsmiðlastjarnar sem að tala sveitarlýðræðin sinn og það bara eitthvað, oh my god, bara hálft Ísland bara mætt á svæðið. Bara akkur fólki ekki að pæla meir í fátækt eða að fólki ekki mat, ég skil þetta ekki. En fólki sem vinnur við þetta eins og segjum bara Bjarni Ben, tökum hans þetta. Akkur heldur hans að pæla í þessu sveitarlýðræði á stjörnunni? Nei. Frekar þetta fátækt en hann vinnur eiginlega við að pæla í fátæktin en að Laufey. Hann bara eitthvað að spá í sjálfu sér og ég meina hann á örugglega mjög dýran sveitarlýðræði, sko. Við erum ekki á neinar áhyggjur af öðru. En sko, mér langar aðeins að skjóta hérna inn í, það nefnilega að renna upp fyrir mér að sko, viðfangsefnið mitt í bókinni minni hérna, Spegill fyrir skuggabaldur, ákveðin hópur fólks sem að hefur mist atvinnu eða hindrað í því að fá atvinnu og njóta þar af leiðandi lífsafkomu. Þetta fólk sem að ég að fjalla það mjög líklegt til þess að lenda einmitt í þeim hópum sem að þið eruð að ræða hér, þar að segja verða öryrkjar vegna andlegrar og líkamlegrar vanheilsu sem bein afleiðing oft af því sem að afkomuofbeldi leiðir af sér. Afkomukvíði alveg svakalegt eitrandi afl. Það er bara eitur fyrir líkamlega og andlega heilsu. Fólk verður náttúrulega fátækt oft því að ef þeir lengi frá vinnumarkaði þá fer nú að þrengjast kosti. Þá sjálfsvígshættan og geðheilsan í húfi eins og Halldór hefur verið að ræða. Það sameinast þetta í raun og veru í því hvernig samfélagi við búum í, gerð samfélagsins og afstöðu almennings til þess hvernig samfélag við viljum byggja upp. Spilling, fyrirgreiðslupólitík, kunningjastjórnsýsla framkallar í raun og veru allt það versta sem við að eiga í mannlegu samfélagi. Já, það rétt. Laufey. Já, ég ætla sem sé að segja, já, það eru sálfræðirannsóknir sem sýna bara með beinum hætti að áhyggjur og afkomu hafa skerðandi áhrif á vitræna getu. Út af kvíða sem að leggst yfir. Þannig að þetta ekki bara tala út í loftið. En þetta líka hringur. Nei, enda sagði ég þetta þannig að það ekki tala út í loftið. Nei, nákvæmlega. Ég var ekki að segja það. En ég styðja þetta með gögnum. En þetta svona hringur að við erum með samfélag sem spillt og illt að einhverju leyti. Þeir sem að benda á þetta, að þeir fá að kenna á því. Þeir fá ekki vinnu. Þeir sem að berjast fyrir réttlátu samfélagi, að þeir eru útilokaðir. Laufey, heldur að barátta þín fyrir gegn fátækt og fyrir réttlæti í samfélaginu skerði möguleika þína á að fá vinna út í samfélaginu? Já, það gaman og skulir nefna það að ég sem sagt að reyna að klára mastersgráðu í blaðafréttamennsku og svo hef ég náttúrulega verið í framboði fyrir sósíalistaflokkinn. Og ég veit ekki alveg hvort að til dæmis Mogginn myndi taka við mér sem blaðamanni eða ég má ekki vinna hjá Ríkisútvarpinu allavega því að ég í pólitík. Þú veist, þannig að en já. Nei, ég veit það ekki. Ég svo sem hef ekki reynt nýlega að sækjum vinnu neins staðar en ég náttúrulega líka með ósýnilegan sjúkdóm en hann hefur ekki verið metinn til örorku. Ég með sem sagt vefjagigt og búin að bíða í mörg ár eftir að fá almennilega greiningu. Þannig að ég svona með skerta starfsgetu en hún bara ekki, ég get ekki sýnt fram á hana. En mér langar líka aðeins bara kom inn á það sem að Halldór var að segja með þetta að það náttúrulega komið þetta geðheilbrigðisþjónusta eða sálfræði þjónusta sett inn í almannatryggingar. En svo kemur fjármálaráðherra og segir að það geti fjármagn. Mér langar aðeins líka að koma inn á dulinn, eða þennan hidden cost, falin kostnað við geðheilbrigðismál og það eru aðstandendur sem að standa að baki. Þú veist, ég meina til dæmis bara hvert sjálfsvíg. Það fjölskylda á bakvið sem að hefur mist
ástvinn. Þar eru börn sem þurfa aðhlýningu, foreldrar sem að þurfa aðhlýningu. Þú veist, þetta er geðheilbrigði er öll fjölskyldan og hún hefur áhrif líka og þetta er eitthvað sem að ég held að sé bara aldrei mælt. Og líka náttúrulega við fíknivanda, það er heil fjölskylda á baku hvern einstakling í fíknikerfinu. Þú veist, og þetta er svona, þú veist, falinn kostnaður af því að, þú veist, eins og ég segja, á baku hverja manneskju sem að þjást, þar stendur fjölskylda sem er líka þjást og þar einmitt er fólk sem þarf aðstoð. Ef að sú fjölskylda er fátæk, þá hefur hún ekki aðgengi að sömu tækifærum til þess að heila sig eins og aðrir. Þannig að, já. En ég veit það ekki, Halldór, er þetta eitthvað sem að... Já, þetta er eitt af áherslumálum geðhjálpar að vera meðvituð mitt áhrif á aðstandendur og við erum með stjórnarkonu, Sigríði Gísladóttur sem að ólst uppið það að móðir hennar var með geðsjúkdóm og hún hefur eðlilega út frá þessari reynslu allt þessu fyrir sér og er núna að vinna í því í samstarfi við bresk samtök sem eru komið með gott fræðsluefni fyrir börn, börn þeirra sem er að glíma við svona raskanir. Og ég sá líka frétt það fyrir Gunnar Smári minntist á þess að þau eru að koma upp átaki að styðja við börnin, sko. Sá ég bara í dag. Þannig að það er alveg rétt, sko. Þetta er mögulega, þetta hefur ekki verið mælt, það er eitt hefur líka, sko. Við getum gefið okkur að þarna sé töluverður kostnaður sem að falinn. En hver hann skiptir kannski öllu máli en við vitum að hann og þess vegna er mikilvægt að því þetta hangir allt saman, sko. Hver einstaklingur er hluti af fjölskyldu, vinnanetti og öllu samfélaginu. Þannig að það er ekki hægt að taka eitthvað einn út og bara nú ætlum við bara að meðhöndla þig og án þess að skoða samhengið, sko. Það er margt óréttlætið í samfélaginu sem við viljum í og það leynist víða og kannski er lausnin á því að fólk standi upp og vekja athygli á því og berjist fyrir því að á sig sé hlustað og leggja fram kröfur og krefjist þess að kjör þeirra og aðstaða verði bætt. Svo Unnur Regína benti á að þá eru stjórnvöld ekki að leita að þessu sjálf og þau eru ekki að Bjarni Ben mætir ekki á fund hjá PEP eða hjá Geðhjálp til þess að reyna að átta sig á því hvað samfélagið lifir. Hann er bara sáttur í því samfélagi sem hann lifir í Garðabænum þar sem hann heitir Halldór Benjamín og félaga sína og þeir telja sig vera einhvern veginn geta ráðskast einir með samfélagið. Til þess að breyta samfélaginu þá þarf mikla baráttu og svolítið til þess að vekja athygli á því og fá svona innsýn inn í það þá bauð ég þessum 4 baráttumanneskjum hingað við Rauða borðið og við höfum talað baráttu. Ég vona að við höfum ekki talið kjark úr fólki af því að það er náttúrulega komið fram mikið óréttlæti í þessum þætti, mikil spilling og mikil svona kuldi í samfélaginu en ég trúi því að þetta sé örlítið sandkorn í eitthvað mæliglas sem getur fylgst einhvern tíma þannig að hér rísi upp alþýða manna og breyti samfélaginu þannig að það þjóni öllum og kannski að það sé byggt upp þannig að það sé byrja á því að laga óréttlætið þeirra sem að verða mest fyrir óréttlætinu. Því það er náttúrulega hlýtur að vera þannig best að laga samfélagi með því að laga það sem að það er verst leikið í staði fyrir eins og manni oft finnst að samfélagi sé að það sé alltaf verið að laga stöðu hinna allra besettu og það er einhvern veginn að bæta allt. Það hlýtur að vera akkurat öfugt að við byrjum á því að finna þann sem hefur það verst, lögum stöðu hans og höldum síðan áfram og þá munum við eignast gott samfélag. Þetta var svona smá messa í lokin en ég þakka ykkur kærlega fyrir að koma hingað til mín. Ólína Keirún Þorvaradóttir, Unnur Regína Gunnarsdóttir, Halldór Auðar Svansson og Laufey Líndal Ólafsdóttir. Hlustendur þakka ég fyrir að taka þátt í þessu með okkur, með því að hlusta og við verðum aftur hérna annað kvöld við Rauða borðið og þá verða aðri gestir hérna og
kannski svipað umræðefni eða einhvern veginn líkt en alveg nýtt samt. Sjáumst þá. Takk fyrir í kvöld.